Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, sjónvarps Víkurfrétta. Það er að vanda mikið fjör á Suðurnesjum og við hefjum þáttinn í heilsuviku sem er að hefjast á Suðurnesjum. Sveitarfélögin hafa tekið saman og ætla að hvetja bæjarbúa til að taka á því. En við förum líka í sameiningamál. Það er verið að fara að bjóða upp á sameiningu Garðs og Sandgerðis. Það var að kjósa það, tökum það skýrt fram. En við hittum bæjarstjórana í Garði og Sandgerði og ræðum aðeins við þau málið. En það er annað mál sem að brennir hér á og það er skortur á raforku. Við hittum Ásgeir Margeirsson, framkvæmdastjóra Hásorku og ræðum við hann það. Það er verulegur skortur á raforku. En við ætlum að hefja leikinn hérna í sporthúsinu. Við hittum hana Freyju. Hún er að þjálfa hér í sporthúsinu, fyrirverandi fitnessdrottningu og þjálfara í dag. Freyja, segðu mér nú aðeins, númer hvað er þetta námskeið sem þú ert að halda núna í þitt form? Þetta er námskeið númer 34 held ég að ég sé að tala rétt og við stoppum alltaf á sumrin og á jólin. Þannig að þetta er búið að ganga ótrúlega vel. Og hvernig hefur þáttakan verið í gegnum árin? Ótrúlega góð, bara það er búið að fullt á öll námskeið bara frá því ég byrjaði. Og þetta er allt konur sem eru á þessum námskeiðum, 45 hverju námskeið og 3 námskeið alveg full. Þannig að þetta gengur bara alveg ótrúlega vel. Hvað telurðu að sé lykillinn að því að fá svona marga þáttakendur til að taka þátt á hverju námskeiði? Lykillinn held ég að sé bara gleði. Það er ótrúlega gaman að koma inn og sjá konur á öllum aldri. Það eru frá 16 upp í 64 og allar eru bara komið inn til þess að taka á því, hafa gaman og vilja bara njóta. Er erfitt að fá konur í ræktina almennt? Ég held að það vera erfiðara, en konur eru bara stuglar að tala, eða ég veit ekki hvað það er. Þannig að þetta er kannski fljótt að spyrjast út og líka þessi salur sem við erum í hérna uppi. Engi gluggar, ekki neitt, þannig að þær sem eru feimnar, þær fá bara að vera í sínu prífati. Þannig að ég held að það sé bara máli. Og hvað telur þú að sé einmitt líka lykillinn að góðri heilsu? Nú er heilsu- og forvarnavikan á dagskrá. Þið í sporthúsinu ætlaði að taka virkan þátt. Hvað finnst þið vera númer 1, 2 og 3? Númer 1, 2 og 3 er náttúrulega hvíld, næring og að hreyfa sig. Í dag er náttúrulega mikið tölvur, kyrrsetuvinnu og fleira, þannig að skiptir ótrúlega miklu máli að fólk sé að vakna og hreyfa sig. Því að bæði gigt og fleiri sjúkdómar, þetta er allt bara eitthvað svona oft sem við erum að búa til sjálf. Þannig að þetta er fljótt að spyrjast út bara hvað fólk er að gera og þeir sem eru að vinnast á sínum sjúkdómum, þau eru að tala og hinn eru að taka til sín. Hversu mikilvægt telurðu mataræði líka vera? Mataræði bara skiptir öllu. Ef þú ert ekki að standa í mataræðinu þá er ekkert að gerast neitt þannig sé líkamlega sé. En hreyfingin ein út af fyrir sig er náttúrulega alltaf góð. Það styrkja líkama og sál. En mataræðið, ef þú þarf að fara að gera eitthvað eða þú þarf að grenna sérstaklega, þá er bara mataræðin 1, 2 og 3. Nú áttu von á erfingja. Númer hvað er þessi í röðinni? Þessi er númer 4 og þetta er stelpa, skal ég segja ykkur. Lítil stelpa í strákahópinn? Já, ég kom á stelpinu núna. Og hefur þú haldið áfram alveg að stunda þína líkamsrækt eins á meðgöngunni? Já, ég hef breytt hérna aðeins. Ég hef ekki náð, eins og núna er ég ekki að hlaupa eða mikið að hoppa og skoppa, en ég hreyfi mig hverjum einasta degi og er náttúrulega að þjálfa allan daginn, bæði hér með þitt og námskeið og líka niður í sal. Þannig að ég hef minnkað aðeins æfinguna, en held áfram að þjálfa eins og ég get. Ég kom í 32 vikur núna, þannig að það er lítið eftir. Þetta er að stækka. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Nú eru kosningar á næsta leiti. Hver eru næstu skref hjá ykkur fyrir kosningar? Það er búið að skipa sérstaka samstarfsnefnd sem hefur verið falið að annast kynningu á þessum möguleikum og hvað felst í því ef að sveitarfélögin sameinast
og sú nefnd hafði verið starfandi áður en henni var falið að sjá þetta kynningarferli og það var unnin skýrsla á vegum KPMG sem að gerði heilmikla úttekt á ýmsum þáttum í starfsemi sveitarfélaganna, fjárhagsstöðu, íbúasamsetningu, þjónustu, fjárfestingarverkefnum og svo framvegis. Og þessi skýrsla svona grunnurinn að þeirri kynningu sem að nú fer að fara í gang og það verða sem sagt kosningar 11. nóvember í Sandgerði og í Garði þar sem að íbúum gefst kostur á að ákveða hvort þeir vilja að sveitarfélagin verði sameinuð eða haldi áfram sitt í hvoru lagi. Það er kannski rétt að fara yfir það framundan kynning á tillögunni sameiningu sveitarfélagana og efni skýrslunum eins og Sigrún nefndi og það er ferli núna fram að kjördeginum sem er 11. nóvember. Og hvernig mun svo kynning fara fram? Með ýmsum hætti. Það verður gefin út bæklingur, það verður efni á heimasíðum sveitarfélagana, það verður væntanlega haldnir fundir, íbúafundir, við munum væntanlega nýta samfélagsmiðlana einhverju leyti, þannig að við ætlum að reyna að beita þeim svona leiðum sem eru svona, já, opnar til þess að koma upplýsingum til sem flestra og vekja áhuga sem flestra á að taka þátt í kosningunni því að það er auðvitað grundvallaratriði í rauninni að sem flesti taki þátt í kosningunni. Það er svona stórt markmið hjá okkur að reyna að fá sem flesta til þess að taka þátt og við höfum svona rætt það að það væri gott ef að kosningaþáttaka er það minnsta kosti yfir 60% og þess má geta að það geta allir íbúar íslenskir ríkisborgarar sem búsettir eru í sveitarfélögunum kosið og fólk af erlendum uppruna sem átt hefur sem sagt, heima í öðru hvoru sveitarfélagana í 5 ár. Já. Og kannski það er þessi skýrsla sem að Magnús var að koma inn á sem er heilmikill doðrantur og hún er þegar aðgengileg á heimasíðum sveitarfélagana en eitt af því sem við ætlum að gera er að opna sérstaka heimasíðu þar sem verða svona spurningar og svör. Það er svona margt sem að við finnum það er margt sem brennur á fólki. Og ýmsar spurningar sem kom upp sem að kannski sumar eru að tengjast ekki beint sameiningu sveitarfélagana en eru eðlilegar frá fólkinu sem að er svona að velta þessu fyrir sér. Og aðalmálið í mínum huga er það að sem flestir íbúarnir taki þátt í kosningunni vegna þess að þarna er raun og veru að vera að taka ákvörðun, íbúarnir í sameiningu, taka ákvörðun framtíðina. Sem sagt, hvort að sveitarfélögin þessi tvö verða sameinuð eða hvort að sveitarfélögin munu halda áfram sínu starfsemi svo hefur verið og þetta er framtíðarmál. Þess vegna er mikilvægt að sem flestir íbúar mæti á kjörstað eða taki þátt í kosningunni til þess að taka afstöðu í þessu máli. Og eftir sameininga kemur verður nýtt sameinað sveitarfélag það 17. fjölmennasta á landinu og næst fjölmennasta á Suðurnesjum fyrir utan Reykjanesbæ. Hver eru kostirnir og gallarnir ykkar mati? Við sameiningu? Já, við svona stórt sveitafélag. Sko, stærðin náttúrulega, það er svona margt sem felst í, margs konar hagkvæmni sem felst í aukinni meiri stærð eða stærra sveitafélagi og þetta eru lík sveitafélag, það er ekkert óskaplega erfitt að sameina þau, þetta eru svona, það er meðalaldurinn svipaðar, það eru álíka margir nemendur í báðum grunnskólum og leikskólum, þannig þetta eru mjög lík samfélag, það eru mjög stutt á milli þeirra. Ef við byrjum saman kannski við samfélag annar staðar á landinu eins og núna standum við viðræður í bæði Skaftárhreppi og Austur-Skaftafellssýslu og það eru miklu ólíkari samfélag, miklu meiri vegalengdir þannig að það er svona tiltölulega einfalt að sameina þessi samfélag og kosturinn væri kannski að það er alltaf verið að bæta við verkefnum á sveitarfélögin að eftir sem sveitarfélagið er starra að þeim meira bolmagn hefur það til þess að ráðast í kannski betri stjórnsýslu, meiri þjónustu og ýmislegt fleira. En ef maður hugsa sér einhverja galla þá er það kannski, held ég, að maður heyri allavega þekki að frá Austurlanduna þá fannst fólki, sko, var óttaðist það að sem sagt, bærinn minn myndi á eitthvað nátt hverfa en það er svona einhverjir augljósir gallar sem að ég sé að minnsta kosti, ég veit ekki hvað þér finnst Magnús? Já, sko það er auðvitað, hver og einn sem þarf auðvitað að meta það. Ég hef oft sagt að þegar að vera að velta fyrir sér sameiningu sveitafélaga að þá þurfum menn að horfa svolítið fram í tíman, 20-30 ár kannski, til að svona vega þá að meta hvort að maður vill sjá sveitafélagið óbreytt eða í stærri einingu til lengri tíma litið.
Það finnst mér vera grunnur í þessu. En varðandi þessi 2 sveitarfélög þá erum við í miklu samstarfi nú þegar. Og sumir segja það að samstarf muni leiða til sameiningar. Við rekum saman núna til dæmis byggingasvið, skipulags- og byggingasvið sameiginlega. Það forstöðumaður íþróttamannvirkja 50-50. Félagsþjónustan og það eru fleiri svona verkefni sem við höfum verið að vinna saman að. Og ef við horfum bara á það, að þá auðvitað hlýtur það að vera nokkuð augljóst að með því að sameina sveitarfélögin bara hreinlega, þá svona öll stjórnsýsla á þessu sviðum verður einfaldari. Síðan auðvitað eins og framkýmur í skýrslunni að ef að þessari sameiningu verður, þá myndast sveitarfélag sem á miklar eignir og á mun meiri eignir heldur en mörg eða flestunum sveitarfélög í landinu. Þannig að það líka öflugt og eftir því sem sveitarfélög eru stærri, að þá auðvitað eru öflugri einingar. Og en í þessu tilfelli öfugt við það sem oft á við þegar við erum að vinna sameiningu sveitarfélaga, að við þurfum ekki í okkar dæmi að vera að velta fyrir okkur grunnskólunum til dæmis, hvort á að færa nemendur á milli eða annað slíkt. Grunnskólanir verða bara reknir áfram eins og þeir eru, saman með leikskólana, tónlistarskólana. Hvað ferli fyrir gang ef af sameiningunni verður? Sko, samkvæmt lögunum, sveitarstjórnarlögunum skýr allt ferli, bæði fram að kosningum tillöguna og einnig eftir hana. Það sem gerist ef að samningur samþykkt, þá eiga sveitarfélögin 2 að tilnefna 2 eða 3 fulltrúa í sérstaka stjórn sem fær ýmis verkefni samkvæmt lögunum. Meðal annars það að setja nýju sameinuðu sveitarfélagi samþykktum stjórn og fundarsköp sem þarf að staðfestast af ráðuneytinu og þar þarf meðal annars að koma fram hvað sveitarfélagi heitir, hversu marga bæjarfulltrúa bæjarstjórnin á að skipa og svo framvegis. Og síðan á þessi nefndir og ráð og ýmislegt. Já, ýmislegt bara sem því fylgir og auk þess að fara yfir samninga sem að sveitarfélögin hafa gert og eru í gildi, ýmsar samþykktir og ýmislegt sem þarf að samræma og þannig að það ýmis verkefni sem þessi stjórn fær. Nú síðan auðvitað þarf ráðuneytið að samþykkja sameininguna þegar það liggur fyrir að hún er tilbúin. Það þarf að auglýsa hana, þetta svona formulega heiti í kringum þetta. En við höfum gert ráð fyrir því að ef að sameiningur er samþykkt, að þá verður kosið í bæjarstjórn fyrir sameinað sveitarfélag í maí þegar að fara fram sveitarstjórnarkosningar á Íslandi. 2018. Og síðan tekur bara bæjarstjórn sú við ekki síðar en 14 dögum eftir kjördag. Og þá raun og veru tekur nýtt sveitarfélag til starfa. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Ásgeir, þér hugleikinn svona orkuþörf landsins og nú er nýkomin raforkuspá. Hvernig liggur þetta mál fyrir þér? Já, þetta afar mikilvægt mál. Orkuspánefnd hefur núna yfirfarið og endurútgefið raforkuspá sem var frá 2015 og kom út núna í sumar. Og þar talið að bara á næstu árum, nokkrum árum inn á næsta áratug, þá þurfum við almenni markaðurinn sem við köllum, það er að segja heimili og allt svona hefðbundið atvinnulíf án stórnotenda. Þurfum við á annað 100 megavött í viðbót inn á næsta áratug og þessi orka er ekki til í dag og það er ekki verið að byggja orkuverk til þess að mæta þessari þörf í dag nema mjög litlu leyti. Við erum ekki að framleiða rafmagn eða virkja fyrir okkur heldur fyrir þarfir samfélagsins til að mæta þarfir samfélagsins og það eru fleiri sem gera það líka. Við erum bara hluti af þeim markaði. En við kappkostum að
hafa það framboð sem að viðskiptavinir okkar þurfa og vilja. Í dag mikill skortur á rafmagni, hann birtist fyrst og fremst á sviði gagnavera. Þau vilja meira rafmagn, gagnaverir hafa vaxið í landinu, ekki kannski eins mikið og einu sinni var spáð en þau hafa vaxið töluvert og nota í dag nokkra 20 megavatta í landinu, við erum að selja hluta af því og við erum því miður mjög oft og iðulega að segja nei því miður við gagnaverin, við eigum ekki rafmagn fyrir ykkur og þá fara þeir með sín viðskipti eitthvað annað til annarra landa. Við verðum af tækifærum út af þessu. Við erum að tala mjög umhverfisvæn fyrirtæki, gagnaverið ekki, ef hægt orða það þannig? Jú, við erum að því og við erum að tala þjónustu sem að við notum öll í gegnum þessu veflægu tölvukerfi, samfélagsmiðla. Við tölum Facebook og Snapchat og Instagram og hvað þetta heitir. Þetta notar allt saman gagnaver. Og við öll sem erum að nota snjallsíma og tölvur, við erum að nota gagnaver, við bara vitum ekki af því. Eða vitum kannski ekki öll af því, en við erum að nota þau. Og einhvers staðar verða þau að vera. Og þau leita meðal annars eftir sanngjörnu raforkuverði og hreinni orku. En framboðið fyrir þau á Íslandi ekki nægjanlegt. Og þau hroklast þá frá og staðsetja sig annar staðar. En þau eru vaxandi á Íslandi og gætu vaxið meira. Hvernig stendur á því að þessi staða núna? Það orðið mjög þungt í vöfum að koma orkuverkefni á koppinn. Leyfisveitingaferlin eru þung, tímafrek og kostnaðarsöm og við spilum alltaf eftir því sem við köllum leikreglur lýðræðisins. Það eru reglur í þessu landi hvernig má gera hlutina. Við förum eftir þeim í einu og öllum stigum. Stærri verkefni þar segja 10 megavatt eða stærri þurfa að fara í gegnum rammaáætlun. Síðan þurfa verkefni að fara í gegnum umhverfismat, skipulagsbreytingar, það þarf að fá rannsóknarleyfi, það þarf að fá nýtingarleyfi, það þarf að fá orkuvinnsluleyfi og aðlaga deiliskipulag og aðalskipulag sveitarfélags að því sem á að gera. Allt tekur þetta tíma og margt af þessu lendir í kæruferlum sem að minnstakosti tefur og veldur ákveðnum óróleika. En við kappkostum að gera alla hluti vel. Öll mannanna verk hafa einhver áhrif á umhverfi. Við þurfum að vanda okkur að gera hlutina eins vel og kostur og gera bara það sem þarf að gera og ekkert meira heldur en það. Og oft eru stærstu ákvarðanirnar þær sem við ákveðum að gera ekki. Og það þarf náttúrulega að ákveða svona mál langt inn í framtíðina með að finna orku. Já, í okkar veröld þá ekkert mjög langt að hugsa 50 ár fram í tímann. Ef við horfum á orkuspána þá til dæmis þurfum við að vita í dag hvaða orka þarf að vera til í landinu árið 2030. Það ekki nema 13 ár þangað til eiginlega 12 ár. Við þurfum að vita í dag hvaðan svo orka á að koma sem þarf að bætast við markaðinn fyrir almenna notkun í landinu og þá ég ekki að tala stórnotendur. Þá ég ekki að tala gagnaver, kísilver, álver eða eitthvað slíkt. Heldur bara þennan almenna markað sem 20% raforku notkun landsins í dag. Hann þarf að vaxa töluvert inn á næsta áratug og við þurfum að vita í dag hvaðan orkan á að koma ef hún á að vera til. Ef við vitum það ekki og það ekki til lausni fyrir því, þá verður raforkuskortur. Í dag hann til staðar, hann birtist annars vegar í skorti á framleiðslu á rafmagni og hins vegar í skorti á flutningsgetu. Það mikill skortur á flutningsgetu rafmagns til Vestfjarða, það skortur á flutningsgetu rafmagns til Akureyrar til dæmis og það skortur á flutningsgetu víða annars staðar á landinu sem bitnar til dæmis á fiskimjölsverksmiðjum sem þurfa þá að brenna olíu. Það hjákátleg staðreynd vil ég segja að árið 2017 og við höfum skrifað undir Parísarsamkomulagið, nýjasta orkuframleiðslan á Vestfjörðum dísilknúin og það verið að hugleiða byggingu dísilrafstöð á Akureyri til að bæta ástandið. Þetta ótrúleg staðreynd. Hvernig stendur á þessu? Það hefur ekki tekist að koma á koppinn verkefnum sem styrkja flutningskerfið og auka framleiðsluna. Það hefur bara ekki tekist. Það nú fræg mál raforkuflutningskerfið bæði á Norðurlandi og hér á Suðurnesjum líka með Suðvesturlínu og meira segja hér á Suðurnesjum þó hér séu 2 orkur starfandi þá raforkuöryggið ekki eins gott og það á að vera og við viljum hafa það. Það bara ein lína hingað suður á Nes og það þurfa að vera 2 til þess að ná skikkanlegu öryggi. Já, Suðurnesjalína 2 í
uppnámi, getur við sagt. Já, og búin að vera lengi. Það ekkert nema 2-3 ár síðan að það fauk bárujárnsplata á háspennulínuna og það var allt svart á Suðurnesjum. Og við erum með flugstöðina á Suðurnesjum. Já, alls konar iðnað, orkuverin slá út og það hefur alls konar áhrif í kerfinu. Ef til dæmis stóru notendur dett út eða ef orkuver dett út, það hefur þá alls konar áhrif í kerfinu. Og þau geta sum verið til vandræða. Það hefur einfaldlega ekki tekist að ná samstöðu þetta og það náttúrulega eilíflega umræðan jarðstrengi og loftlínur. Jarðstrengir munu verða í mjög auknum mæli. Þeir eru að saxa á samkeppnisforskot loftlínana hvað kostnað varðar. Rekstraröryggi jarðstrengja getur sumstaðar verið meira, sérstaklega þar sem að veður eru válynd og erfitt að reka loftlínur. En svo eru önnur sjónarmið eins og það hvort betra að leggja loftlínu yfir hraun á Reykjanesskaganum eða grafa þar jarðstreng. Mín skoðun svo að sárið sem kemur eftir strenglögn varanlegra og verra heldur en það sem gerist með loftlínum sem má taka í burtu. En vissulega eru loftlínur sýnilegar. Það verður bara að taka skynsamlega umræðu þetta og ákveða. Jarðstrengir eru almennt dýrari, jafnvel töluvert dýrari, jafnvel mörgum sinnum dýrari. Ef við förum þá leið að leggja þá og auka þar með kostnað við framkvæmdirnar, þá hækkar kostnaðurinn við flutning raforku og það að segja þá hækkar verð raforku til notenda. En rammaáætlun, hvar kemur hún hann inn? Hún náttúrulega skiptir mjög miklu máli, búin að vera hér yfir lýði allnokkuð tíma, þar sem og ágætis hugmynd, þar sem faglega á að meta þá kosti sem í skoðun, hvort að það eigi að leyfa áframhaldandi skoðun á verkefnum og þau farið þá í nýtingaflokk, eða farið í biðflokk, eða farið í verndarflokk. Og það hvað á sveitarfélög að fylgja þessari flokkun með tillit til skipulagsmála. Það að segja, ef verkefni í nýtingaflokki þá á sveitarfélag að gera ráð fyrir því sínu skipulagi og saman ef þeir í verndarflokki þá að gera ráð fyrir því. Mér þykir pólitík hafa blandast of mikið í umræðu og ákvarðanir rammaáætlun og á kostnað faglegheitana. Þetta ágætt verkfæri en það þarf að fara vel með það. Norðmenn hafa aflagt sína rammaáætlun. Fannst ekki þörf á því lengur og ekki ganga nógu vel upp. Ég alveg sáttur við rammaáætlun ef hún bara rétt nýtt sem verkfæri. Hins vegar það að verkefni fari í nýtingaflokk rammaáætlunar, það þýðir ekkit endilega að það verði virkjað. Það þýðir að það má skoða það áfram og það þarf að fara í gegnum skipulagsmál, umhverfismat og svo framvegis og svo framvegis. Og náttúrulega hagkvæmniathuganir að það borgi sig að gera þetta. Þannig að rammaáætlun sjálfur sér fín svo lengi sem hún rétt beitt. Hvaða lausn sérðu svona á þessari raforku þörf á næstu, hvað ég að segja, áratugum ef að það verður ekki, hvað ég að segja, brugðist við? Ja, það náttúrulega gæti farið svo að verkefni komast ekki áfram að það verður hreinlega bara skortur á rafmagni til smáiðnaðar til dæmis og raforkuverð mun náttúrulega hækka. Lögmálið framboð og eftirspurn gildir. Ef það skortur á framboði þá hækka verð, þá getur verð til heimila og fyrirtækja almennt hækkað. Og við erum að vinna í nokkrum verkefnum, aukningu framleiðslu á Reykjanesi. Við erum nýbúin að hefja framkvæmdir við fyrstu vatnsaflsvirkjun Háusorku, austur í Biskupstungum, brúarvirkjun í Tunguhljóði sem tæp 10 megawatt. Það er fyrsta vatnsaflsvirkjun okkar, þar sem framkvæmdir eru hafnar. Sú raforka fer inn á almenna markaðinn og hjálpar okkur að afla þeirra orkur sem okkar viðskiptavinir þurfa. Þetta eru líka kostnaðarsama framkvæmdir, þetta kostar mikið og það þarf að fjármagna þetta. Og í því skyni höfum við núna nýverið gengið frá fjármögnunarsamningi við Arion banka. Í fyrsta skipti stór langtíma fjármögnun hjá innlendum banka sem mikið fagnaðarefni. Við notum þennan samning til þess að greiða upp eftirstöðvar skulda við erlenda banka og fjármagna brúarvirkjun og framkvæmdir, næstu stig framkvæmda á Reykjanesi. Þetta mikið fagnaðarefni að ná svona samningum við innlenda banka. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, prentútgáfu Víkurfrétta sem kemur út á 50. Skemmtilegt blað í þessari viku. En við erum líka á Víkurfrétta vefnum vaff.is. Nýjar fréttir alla daga vikunar og sömuleiðis í gólfinu á kylfingur.is.
Þennan þátt og eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta getið þið séð á Víkurfréttavefnum vf.is og einnig á hringbraut.is. Við þiggjum góðar ábendingar skemmtilegt efni í miðla Víkurfrétta. En við endum þáttinn með Sólmundi Friðriksinni sem gefur okkur smá tóndæmi en hann að halda tónleika í Hljómahöllinni í vikunni. Yfir öll heimsins lönd held ég mína braut. Einandi mannsins þraut. Styrk og trú með mér ber, mátt til handa þeim byggja þennan heim. Hvers sem reynd og böl og